Við skulum ímynda okkur götu þar sem eru 10 hús. Þau eru öll jafn verðmæt. Rauðu tölurnar sýna hvað hvert heimili skuldar og grænu tölurnar hversu mikið hvert heimili getur borgað. Í þessu tilviki getur heimilið bara borgað 110 en þyrfti að borga 170. Ef bankinn ætlaði að taka þetta hús af þessu fólki og öðrum sem ekki geta borgað, þessum og þessum og þessum og þessum, eru 5 hús í götunni komin á sölu og 5 fjölskyldur heimilislausar. Þetta er raunveruleg hætta á Íslandi og þetta er þegar byrjað að gerast í Bandaríkjunum. Ef svona margar fasteignir eru settar á sölu, eru í raun engin takmörk fyrir því hversu lágt verðið á þeim getur orðið. Á Íslandi gæti orðið algjört hrun á fasteignamarkaði. Slíkt hrun er hafið annars staðar. Áhrifin af þessu eru þau að hin húsin, þar sem fólk gat þó greitt, falla líka í verði. Allir tapa á allsherjar hruni á fasteignamarkaði. Fleiri lenda svo í erfiðleikum í kjölfarið og keðjuverkun myndast. En hvað er til ráða? Hvernig getum við komið í veg fyrir hrun? Framsóknarflokkurinn hefur sett fram hugmynd 20% afskriftir af höfuðstóli allra íbúðalána. Forsendan er sú að samningar afskriftir lána náist við erlenda kröfuhafa. Flest bendir til þess að það sé raunhæft. Skoðum nú dæmið með opnum hug. 20% afsláttur leiðir til þess að þessi og þessi geta haldið áfram að borga. Þessar fjölskyldur missa ekki heimili sín. Skiptu nú þjóðin í 3 hópa. Í sumum tilvikum duga 20% ekki. Í þeim tilvikum þarf meira til, þá þarf önnur úrræði. Það sem mestu máli skiptir hins vegar fyrir kröfuhafa og heimilin er að sem flestir geti þó haldið áfram að borga. 20% geta leitt til þess að mjög margir geta haldið áfram að borga sem hefðu ekki getað það ella. Þá er bankinn ánægður og heimilisfólkið. Svo er það fólkið sem hefði getað haldið áfram að borga án þess að fá 20% niðurfellingu. Hvaða áhrif hefði niðurfellingin á það? Jú, hún opnar möguleikan á því að þessi hópur fólks auki við neyslu sína og fjárfestingar. En það er einmitt það sem þarf. Það þarf að auka neyslu til þess að halda þjónustu og fjárfestingum gangandi og til þess að halda fyrirtækjum í rekstri. Þegar fleiri fyrirtæki haldast í rekstri verða færri atvinnulausir. Það leiðir til þess að það fækkar í þessum hópi hérna. Heimili úr þessum hópi geta þá haldið áfram að borga af lánum sínum og færast yfir í þennan hóp. Endanleg áhrif eru þau að fleiri heimili geta haldið áfram að greiða til kröfuhafana og til bankana. Þegar allt kemur til alls fá bankarnir og kröfuhafarnir meira en þeir hefðu fengið ef ekki hefðu komið til niðurfellingar. Lykilatriði er þó að með þessari aðferð sem nýtur sívaxandi stuðningshagfræðinga getum við komið í veg fyrir að fjöldi fólks missi heimili sín á Íslandi og að allsherja verðhrun verði á eignum fólks. Framsóknarflokkurinn vill ekki bíða eftir því að það gerist. Framsóknarflokkurinn vill aðgerðir núna.